Skammt norðan þjóðvegarins mynni Vatnsdals má heimsækja sögustaðinn Þrístapa. Hér voru Agnes Magnúsdóttir og Friðrik Sigurðsson tekin af lífi fyrir morð árið 1830, en þetta var síðasta aftakan á Íslandi. Þau hafðu myrt Nathan Ketilsson á Illugastöðum í svefni ásamt Pétri Jónssoni og kveikt svo í bænum. Málið var hið erfiðasta og allt rekið í heimabyggð. Þau voru dysjuð hérna við hólana. Segir í sögum að þau séu dysjuð rétt hjá skammt frá aftökustaðnum. Hvort að það var neðan við hólan eða á þeim, það vissi enginn í sjálfu sér. Þar voru þau grafin. Höfuðin voru sett á stangir, eins og lög þess tíma gerðu ráð fyrir, og ásjónin átti að horfa alfaraleið sem var hérna rétt fram hjá hólunum, rétt fram hjá þessum stað, og núna þegar menn aka þjóðveg 1 þá er þessi staður hérna 500 metra frá þjóðveginu sem nú liggur, þó hann hafi ekki legið nákvæmlega á þeim stað á þessum tíma. En það er örstutt og hér er gott bílaplan og gott aðgengi að þessum stað til þess að stoppa og skoða hér á Þrístöpum, þar sem þessi atburður fór fram. Við skulum átta okkur á því að þetta er að vetrarlagi sem þetta er gert. 12. janúar, þá áttu allir að koma hingað. Menn eru að koma langan veg, og sem dæmi það hvað mönnum fannst óskaplega erfitt að koma hingað. Það sagði einn ungum maður frá því sem var skikkaður að koma hingað. Seinna þá sagði hann eitt mitt mesta lán í lífinu. Mitt mesta lán í lífinu var það að hestur minn datt á leiðina að Þrístöpum. Svo ég lærbrotnaði því ég datt af hestinum. Það var mitt mesta lán í lífinu, þá þurfti ég ekki að fara og horfa á þennan hrylling. Ég held að fólkið hafi staðið svo nærri að það eru allar líkur að blóð hafi getað spýst að nærstöddum, höfuðið rúllað jafnvel lífvana fyrir fætur þeirra sem næstir stóð. Guðmundur reddi öxi, hann bað að það yrði mjög öflug öxi, mjög góð öxi, böðullin sem var skikkaður til að gera framkvæma aftökuna. Hans högg geigaði ekki í einu höggi, þá var axarblaðið fast í tréstokknum sem var undir, og það var svo fast að það þurfti 2 menn til þess að ná því úr höggstokknum. Svo vel fylgdi hann eftir högginu, hann ætlaði ekki að láta neitt geiga. Það er forvitnileg saga af því hvað varð höfuð Agnesar og Friðriks eftir aftökuna. Morgunin eftir aftökuna þá voru þau hvarfin, og svo saga kom strax á kreik að gæðakonan á Þingeyrum, Guðrún Runólfsdóttir, sem var kona Björns Olsens, sem hafði verið með Friðrik í haldi mánuðina fyrir aftökuna. Henni þótti þetta svo hrikalegt hvernig með þetta fólk var farið. Fyrsta lagi að taka þetta svona af lífi og fá ekki að liggja í víðri mold, og henni fannst ófært annað að minnsta kosti höfuðin kæmust í vígða mold, og hún sendi vinnumann sinn í skjóli nætur, sagði sagan, til þess að taka höfuðin, og hann átti að grafa þau í nýtekinni gröf á Þingeyrum, þannig að minnsta kosti höfuðin fengju að vera í víðri mold. Og gekk það eftir? Það vissi engin annar í 104 ár. En 1934 kom maður í Sveinstaði og spurði Magnús gamla, það var afi minn. Hann bað hann að koma og sagði að hann væri búinn að fá leyfi til þess að grafa upp bein Agnesar og Friðriks og biður afa að hjálpa sér að finna þau. Og afi sagði það verður mjög erfitt, vegna þess að ég er búinn að búa hér allan minn aldur og ég hef ekki hugmynd hvar gröfin er. Ég hef oft hort á landið, það sér ekkert fyrir því, og það segir hvergi sögur nákvæmlega hvar gröfin er. En ef ég segi þér að þetta sé í hásumar sólsetur átt og stutt frá aftökustaðnum, hjálpar það, segir maðurinn. Já, auðvitað, segir afi, en hvernig óskonum veistu það? Ég hef aldrei heyrt þetta. Þá sagði maðurinn honum frá því að hann væri hingað kominn vegna beiðni Agnesar Magnúsdóttir. Hún hefði sendt skilaboð með ósjálfráðri skrift til að gera þetta. Og gekk það eftir? Var gröfin þarna? Afi lagði nú ekki mikinn trúna á þetta, að þetta væri nú hægt að fá svona skilaboð frá Agnesi, og þegar að hann bætti því við að Agnes hefði sagt að vinnumaðurinn á Þingeyrum hefði að sönnu farið að Þrístöpunóttin eftir aftökuna, en honum brast kjarkur til að fara með höfuðin þessa 6 kilometra leið til Þingeyra, svo hann gróf höfuðin rétt hjá þar sem að kassin með líkum okkar eru, sagði Agnes í skriftinni.
Hann náði ekki mínu höfði á stönginu svo hann braut stöngina, segir í skriftinni. Og þegar að hér var komið sögunni þá skrifaði Guðmundur Hofdal sem kom í Sveinstað í dagbók sína: þarna sá ég að Magnús var hættur að trúa. Hann trúði ekki nokkru orði. Hann sagði að vísa ekkert það, en hvernig hann hristi höfuð og kímdi sagði allt sem segja þurfti. En þurfti hann ekki eitthvað aðeins að kyngja því? Þeir fóru hér hingað á Þrístapa daginn eftir. Pabbi fór með 19 ára gamall og afi og þessi Guðmundur Hofdal. Og pabbi, það sem hann hélt að vera óvinnandi vegur, sem afi hélt að vera óvinnandi vegur að finna gröfina, á korteri fann hann gröfina. Með því að reka niður jafnstöng niður í hásumar sólsetur átt, gekk hann frá aftökustaðnum. Þar fann hann spýtur undir, þau voru grafin í kassa og þeir fóru að grafa. Það fyrsta sem fannst voru 2 höfuðkúpur. Það var 10 cm spýtubrot við aðra. Saga Agnesar og Friðriks hefur snert við mörgum og ekki síður eftir að ung kona frá Ástralíu, Hanna Kent, skrifaði bókina Náðarstund þessa atburði sem svo varð að metsölubók allan heim. Ég alltaf að rekast á fólk hérna sem að kemur jafnvel í pílagrimsferðir langt að. Það eru bókaklúbbar út allan heim, þeir eru að lesa þessu sögu Náðarstund og þeir koma til að skoða söguslóðirnar. Og koma hingað og þeir fara í Illugastaði og að Tjörn og þessa staði alla. Sagan hefur eflaust heillað ástralska rithöfundinn vegna þess hve mikil ást og harmur einkennir hana. Ung vinnukona á Illugastöðum, Sigríður Guðmundsdóttir, var samsek í morðunum en hún var náðuð vegna unga aldurs. Magnús telur það næsta víst að dvöl þeirra Agnesar og Sigríðar hjá Natani á Illugastöðum hafi verið hreinasta martröð. En takið eftir, Agnes kemur í Illugastaði í maí 1827. Natan dauður í mars árið eftir. Það ekki 10 mánuðir frá því að Agnes kemur. Og ég ekki vafa Agnes kom í Illugastaði af því hún elskaði Natan, hélt hún elskaði hann, var elta ástina þangað. En svo tók Natan öðruvísi á móti henni, mistótti þeirra leið á og hvernig hann fór með þetta. Það vitamál að Agnes og Sigríður reyndu báðar að komast í burtu frá Illugastöðum. En þá voru vistaböndin á þessum tíma. Það var ekki hægt að komast í burtu. Fólk þarf að setja sig inn í aðstæður fólksins. Ungar konur, hvað áttu þær að gera ef þær voru bundnar vistaböndum og komust ekki í burtu frá kvalara sínum, drottnara sínum. Húsbændurnir voru alls ráðandi á þessu tíma og vinnukonuna þær voru ekki merkileg. Hér kom á Þrístapa kom engin kona þegar aftaka fór fram. Konur voru ekki boðaðar á svona samkomur. Eina kona sem hingað kom var Agnes Magnúsdóttir af því að það átti að lífláta hana. Hrottar nútímans. Þeir eru óskaplega blíðir og góðir margir hverjir inn á milli. Ekki drepa núna, sagði Sigga eða Sigríður tvisvarsinnum í réttarhöldum. Hún kom veg fyrir það að þegar Friðrik vildi vaða í verkið. Ekki drepa núna, Natan hefur verið svo góður við mig á síðkastið. Og einu sinni þá hafði Friðrik farið heim og ætlaði eldri að hugsa þessa stelpu meir sem hann var hrifinn af og þess vegna var hann nú tilbúinn í þetta, hann var hrifinn af Sigríði. En svo grátbiður hún að gera það næst. Hvað hefur gengið á? Ég vissum að það hefur gengið á margt á þennan vetur þarna. Forvitnilegt fyrir fólk að velta því fyrir sér. Og þegar það stendur hérna á Þrístöpum, þá ástæða til þess að hugsa örlög þessa fólks. Friðrik kemur hérna 6 km leið. Hann kemur syngjandi á aftökustaðinn. Hugsið ykkur það að vera ekki orðinn tvítugur og vera búinn að ná slíku hugarró að hann kemur syngjandi sálma á aftökustaðinn þar sem hann veit á að fara að lífláta sig. Agnes kemur frá Kortsá, bæði koma þau með gestlumönnum. Agnes kemur mjög beygð hérna. Ég held að það hafi verið vegna þess að hún kom ekki neinu neinni málsvörn að það hvernig með hana var farið. Hún var bara, hafði tekið þátt í þessu og hún fékk ekki neinni málsvörn sem hún gat komið að.